klukkan orðin 1 og það náttúrulega bara kurteisi að opna svonlega á þessum tíma og það var gaman að sjá hversu margir hafa séð sér fært að koma hingað og eins og þið sjáu þá náttúrulega smá breytingar hérna frá því í vor en við ætlum sérst að byrja dagskrána í dag að Njáll Ragnarsson formaður bæjarráðs, hann ætlar að segja nokkur öll. Gjörðu svo vel. Njáll. Jæja, komið sæl. Ágættu gestir. Ég vil nú byrja á því að segja að það er mikill gleðilegur dagur náttúrulega í dag sem við erum að opna á ný þetta safn. Þessa sýningu sem hefur því miður ekki verið aðgengileg síðasta vor og þá var nýtt sædýrasafn opnað niður í Fiskiðju og á máli komu við mig margir hinnir og þessir og voru hvumsa yfir því hvað er nú gert við þá muni sem eru hér og fara ekki niður eftir og við höfum getað notið hér síðan árið 1964. Þeir skýtla í mig? Ég ætla bara að hækja þér. Það heyrist aldrei nógu mikið í mér. Það þarf ekki að fjölyrða þau miklu menningarverðmæti sem eru í þessu húsi hérna í Fiska- og náttúrugripasafni Vestmannaeyja sem var opnað árið 1964 og safnið sér því langa sögu. Upphafsmaður safnsins var Friðrik Jesson og Friðriki kynntist ég á Ólympíuleikunum í Berlín árið 1936. Það er þó ekki alveg rétt því að þetta var í gegnum sýningu hans Harðar Baldurssonar á þátttöku Vestmanneyinga í þeim leikum á þeim tíma. Friðrik og kona hans Magnea sáum að koma safninu á legg og stoppuðu upp mikið af þeim fuglum sem hér eru til sýnis og dóttir Friðriks og tengdasonur heiðurshjónin Ágústa Friðriksdóttir og Kristján Egilsson tóku í framhaldinu við safninu þegar Kristján var forstöðumaður þess þegar Friðrik hætti 84 ára gamall árið 1990 og hafa þau hjónin starfað ötullega í þágu safnsins og sér til þess að þau miklu verðmæti sem hér að finna glatist ekki. Og ég fann ræðu sem að Kristján hélt á 40 ára afmæli safnsins árið 2004 og þar las ég mig til það að í gosinu að þá voru þau hjónin Friðrik og Magnea hér í Eyjum mestallt gostímabilið og slík var umhyggja þeirra fyrir þessu safni að þau bjuggu sig og sváfu hér á safninu fyrstu vikur gossins. Og þegar það kom til tals að flytja munina héðan á brott að þá kom það hreinlega ekki til greina. Það að setja verðmæti ofan í kassa og flytja þá út hvippinn og hvappinn er aldrei ákjósanlegt og því er ég ákaflega stoltur af því að munirnir séu hér enn varlega varðveitt. Steinasafnið er ekki síður mikilvægt en það var gjöf Unnar Pálsdóttir og Sveins Guðmundssonar og þar má sjá flesta þær steintegundir sem finna má á Íslandi. Og ég sá í viðtali við Hörð Baldvinsson forstöðumann Sagnheima á dögunum í Eyjafréttum að á sínum tíma hafi verið mikill pólitískur slagur það að stofna til safnsins og það var þá ekki síðasta skipti því að þannig mál sem manni finnst sjálfsögð og eðlileg verða oft að einhverjum slagsmálum. Og blessunarlega samþykkti meirihluti bæjarstjórnar að verja 1,5 milljón króna í smávægilegar endurbætur á safninu og opna sýninguna í vetur. Og ég get sagt það, kæru gestir, að þetta er ákvörðun sem ég er ákaflega stoltur af og við getum öll verið það. Verðmæti og þær gersemar sem hér eru þær mega ekki glatast. Og fyrrnefnd hjón Kristján Egilsson og Ágústa Friðriksdóttir eru hér í salnum í dag og þegar ákveðið var að opna safnið á nýjan leik þá tóku þau hjónin til hendinni og var hver einasti fugl og hver einasti still tekinn hér úr skápum og þrifinn og komið í fallegt stand og þau hjón gáfu vinnu sem sýnir vel hversu annt þeim er safnið og þá muni sem hér er að finna. Og mér langar að biðja þau hjónin að koma hérna aðeins upp og ég vil fyrir hönd Vestmannaeyja bara færa þeim einni innlustu þakki fyrir þeirra framlag til safnsins og ég biðja þig Íris að afhenda þennan tafla. Færa þeim einni innlustu þakki fyrir þeirra framlag til safnsins í gegnum tíðina og ekki síður við vinnu við uppsetningu þessara sýningar. Þið verður bæði að halda upp eitthvað. Takk kærlega, nei þetta er sko
eftir þeim. Takk kærlega fyrir allt sem þið gerið og við hérna bæjarbúar eigum ykkur mikið að Þetta verður einhver frumskóla minn. Það koma hann eitthvað sem verður. Það er hérna bak við því. Þú sést ekki hvort með. Starfsmönnum Vestmannaeyjabæjar, Viktori Pétursinni og Haraldi Þorsteini Gunnarsinni og mörgum fleirum vil ég sömuleiðis færa þakkir fyrir þeirra framlag og síðast ekki síst, alls ekki síst, vil ég þakka Herði Baldvinssyni fyrir mikla vinnu hér undanfarnar vikur og ekki síst fyrir þá glæsilegu sýningu sem komin í þennan sal og fjallar skipsskaða í kringum Vestmannaeyjar í gegnum tíðina. Hörðum þau betur við það á eftir en við ætlum líka að fá að afhenda Herði smá þakklætisvott fyrir hans framlag. Það er bara minnur það. Það búið að fá þennan hér. Og hann eiga vasan líka. Góði gestir, ég þakka kærlega fyrir mig og býð öllum að njóta safnsins og allar þeirra gestana sem við eigum hér og ég ætla að biðja Hörð að taka hérna við og leiða okkur í gegnum alla sannleikann þessa sýningu og þetta safn og ég þakka kærlega fyrir mig. Já, takk fyrir þetta Njáll. Það er að hækka þetta þannig að flestir heyri í mér. Já, eins og kannski flestir vita þá var tiltölulega stutt síðan við fengum þá ósk að taka við þessum munum að nýju og hefur mikil vinna náttúrulega farið í að gera klart fyrir sem opnum í dag og eins og Njáll benti réttilega á hérna áðan þá hafði við náttúrulega Kristján Egilsson fyrrverandi safnstjóri og Ágústa Þuríður Friðriksdóttir hafa unnið hér vikum saman við að koma þessum safnmunum í sýningarhæft form og af einskærum á og ég verð nú að segja, sko ég hefði ekki geta gert þetta eins og þið nema með hjálp þeirra og fleiri. Þau hafa náttúrulega áratuga sérþekkingu á viðhald þessara muna og það var náttúrulega alveg ómetanlegt að fá að læra hvernig á að halda vel utan þessar muni því að sumir sem munir eru stoppaður upp kannski 1940 fyrir þann tíma og þeir eins og hafa verið stoppaður upp í gær margir af þessum munum og það gerist ekki nema með alvöru viðhaldi og umhirðu reglulega þannig að ég bara þakka þeim mjög vel fyrir og þau gerðu þetta náttúrulega allt saman í sjálfboðinu og auk þess þá gáfu þau hjónin bakgrunn ljósmynd sem notaði sem bakgrunnur hér í fuglasafninu innan sem gerir þetta mjög svona skemmtilegt og kannski nútímalegt og það er kannski það sem við leggjum fyrir okkur að gera í framtíðinni. En ég vona svo sem að bæjarbúinn líki við það sem þið sjáu hérna í dag en þegar við sem sagt opnum eða sem sagt lokum hérna búrum hér fyrir aftan eru raun og veru bara búrnir sem þau voru. Þannig að við lokum þeim þá voru náttúrulega bara auðir veggir hérna og þá datt okkur í hug að nota ljósmyndir og muni sem við eigum upp í safnhúsi nota þau til að betrekkja hérna veggina og það er svolítið skemmtilegt að hér fyrir aftan mörg ykkar er sem sagt stór mynd frá Bátabröðfélag Vestmannaeyja og þar fjallað þá 74 báta sem sukku hér við eyjar frá 1904 til 1991 og við erum búin að setja dekkorar hérna á veggina með myndum af þessum bátum og skipum. Það er sem sagt allt saman hérna með og allt þetta bláa hér. Þetta er allt saman bátar og skip sem sukku og þarna fyrir aftan ykkur hægt að sjá sem sagt hvar þeir sukku, var mannbjörg, hvenær þeir sukku, urðu ykkur sem drukknuðu. Þannig að
þá var hægt að finna þetta báta, kíkja á sérna á spjaldið, hvað skyldur hafa sokkið og fyrir mig sem náttúrulega var nú ekki uppi hérna, fyrir eins og seint á öldinni, það var svolítið merkilegt að skoða þetta og sjá þessa litlu smábáta, hreinlega bara trillur sem voru hvað þeir voru að sækja langt hér frá 1904 fram að kannski upp úr fyrra stríði. En allavega þetta að vísu þetta bara þeir bátar sem voru bættir af bátaábyrgðarfélaginu. Út af því að bátaábyrgðarfélagið þeir gátu ekki sem sagt tryggt alla báta, það voru hann ákveðnir bátar sem þeir gátu ekki tryggt út af stærðum. Þeir máttu bara tryggja upp ákveðnir stærð. Þannig að þetta ekki fullnar, sem sagt þetta ekki allir þeir bátar sem sökku og mannskaða. Og ég margs oft verið spurður núna þessum tíma þegar við vorum að spjalla í þessu, til dæmis Helgi, hann var ekki tryggður á bátaábyrgðarfélaginu, þess vegna hann ekki hérna á kortinu. En það var gaman hins vegar ef ykkur áhugasamur myndi taka þennan bolta hans lengra og finna kannski alla báta sem hafa sokkið síðustu öld. Taka á hina líka, það var bara svolítið gaman fyrir Eyjamenn. Nú, við dekkunum sér allar þessar ljósmyndir sem sjáum hérna upp og niður, þetta náttúrulega allt í eigu ljósmyndasafns Vestmannaeyja. Og ljósmyndasafns Vestmannaeyja, þeir eiga og við eigum, skuldlaust við Eyjamenn sko. Við eigum milljónir mynda, milljónir. Og það var náttúrulega gaman reglulega að geta hengt hérna upp myndum úr atvinnulífi eyjanna í gegnum tíðina. Og kannski þessi staður í einhvern tímabundi venju fyrir okkur í það. Og við vildum, og mér finnst sérstaklega gaman að skoða þetta og við sjáum líkonu hann upp á veggjunum. Þetta kemur úr byggðasafn okkar, Sagnheimum, og þetta eru líkon af þeim skipum sem voru smíðuð hérna í Slippnum. Og þeir voru fyrst smíðuð þessi líkon og síðan voru stækkuð upp í fullvaxna báta. Og þessi líkon hafa ekki sést síðustu 30 ára eða svo. En, já, ég ætti að segja það svo saman, ég er svona gleymað. En ok. Ég sagði áðan og sagði einhvers staðar í grein að sko Náttúrugripasafn Vestmannaeyja var stofnað af Guðlaugi Gíslasyni. Hann fékk þessa hugmynd og hann var áhugamaður náttúru eyjanna og náttúru bara yfir höfuð. Og hann hafði samband við Friðrik Gesson sem hafði þessi tómstundagaman að stoppa upp fiska og fugla og þarna fannst hann komin í svona ákveðið svona plattform að gera eitthvað úr því og þetta var sem sagt samþykkt á bæjarstjórnarfundi 5. júní 1964 að setja þetta safn hérna á stað og hér hafa þessi munir verið síðan á vísu hafur safnið breytt nafn og svo framvegis en munirnir okkar þeir eru hérna ennþá. Ég stóð í meiri minningu síðustu ár að Sílaf Tröst myndi taka þessa muni og það yrði það bara eitt mjög flott safn og einhvern veginn átti ég ekki von á að fá þetta skinn upp í hendurnar. En einhvern veginn er þannig, það sem sagt svona staðan í dag og við verðum bara að tækla þetta eins og hægt er. En nú auðvitað hefði þetta verið best að fá alla þessa muni upp í safnahús en við náttúrulega búum þar við gríðarleg þrengsli þannig að við komum þess náttúrulega ekki fyrir þessu sjálfur. Þannig að það var raun og verið ekkert annað í stöðunni en að reyna að verja þessa muni sem við erum hér og vonandi fáum við á nýtt hús, það er nú kannski ágætt að minnast og það var nú lítið þægilegt og var náttúrulega þennan. En sem sagt, ég get galt að við fá þetta þangað, þannig að við getum haft allan okkar svona menningar á sama stað. Og ég er voru stoltur á framtíðarsýn Guðlaugs Gísla og þessar manna að það var stórhugur á sínu tíma að opna þetta safn 1964, 55 ár. Nú, í tilefni þess að núna hefur þetta safn verið rekið í 50 ár, eða þessi muni verið í 50 ár, þá tók ég saman 110 ljósmyndir sem hafa verið teknar frá 1964 til 1991. 2001 og þetta er allt saman, þetta er myndir af fólki, það eru myndir af Náttúrugripasafninu og myndir af fólki hér í Vestmannaeyjum.
En þetta allt saman myndir sem Sigurgeir Jónsson ljósmyndari okkar hafði tekið og ég sem sagt ætla að leyfa þessu bara að rúlla. Fyrsta myndin af Halvarsteina því að hann svo gott skilja vegna þess að hann var svo rosalega duglegur og jákvæður og þegar maður að svona reyna að fá jákvætt frá fólki þá er svolítið sniðugt að setja mynd af honum fyrst. Þá tryggir mér svona góða þjónustu í framtíðinni. En áður í hættið þá ætla ég að biðja Kristján Egilsson, fyrrverandi starfsstjóra, að koma hingað og segja við hópinn nokkur orð. En takk fyrir mig. Til hamingju með daginn. Bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir, formaður bæjarráðs Njáll Ragnarsson og safnstjóri Hörður Baldvinsson, kæri gestir. Ég vil þakka þeim í bæjarstjórn sem samþykktu að Náttúrugripasafn Vestmannaeyja verði áfram undir sama þaki. Og náttúrumunir safnsins verði ekki dreift á marga staði eða geymdir með ófyrirsjáanlegum afleiðingum eða í geymslu. Og ég óska okkur til hamingju með daginn og að opna safnið aftur tel ég að vera góða gjöf til bæjarbúa á aldarafmæli Vestmannaeyja kaupstaðar. Ég er viss að allflestir bæjarbúar fagna þessari ákvörðun og munu áfram sem hingað til verða duglegir að heimsækja safnið. Náttúrugripasafn Vestmannaeyja hefur verið eitt af aðdráttarafli eyjanna í gegnum tíðina og á síðast ári þá heimsóttu safnið 23.000 manns. Og í svona framhjáhlaupi langar mig að vekja athygli á að inn í steinasafni er uppstoppaður geirfugl sem Óskar Elías Sigurðsson bjó til og lánaði safninu núna þessa helgi. Safnstjóri Hörður Baldvinsson á þakkir skyldar fyrir áhuga og eljusemi að opna safnið að nýju. Með aðkomu hans að safninu kemur hann með margar nýjar hugmyndir að sýningu sem við munum og gestur okkar eiga öll eftir að brjóta í framtíðinni. Frá því ég lauk störfum fyrir 10 árum hef ég samt verið hérna eins og grár köttur og vil ég þakka Páli Marvin, Margréti Lilju og Erni Hilmis fyrir að fá að taka þátt í ýmsum verkefnum á vegum safnsins. Að lokum þá langar mig að lesa upp gjafabréf sem tengdafaðir minn Freyr Geirsson afhenti við starfslok. Hann segir í þessu gjafabréfi: Ég, Freyr Geirsson, gef með bréfi þessu Náttúrugripasafni Vestmannaeyja alla þá náttúrumuni ég hef aflað og sett upp síðastliðin 25 ár og verið hafa í vörslu safnsins. Það er ósk mín að munir þessi verði áfram varðveittir í Náttúrugripasafni Vestmannaeyja og ráðamenn með bæjarfélagsins standið ætíð með reisn að rekstri safnsins. Vestmannaeyjum 29.4.1990, Freyr Geirsson. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir þetta, Kristján. En nú ætlar bæjarstjórinn okkar Íris Róbertsdóttir að segja nokkur orð og í framhaldi af því ætlar hluti af Blítt og léttópnum að taka 2 lög sem eiga svo sannarlega heima hérna akkurat núna. Gjörðu svo vel, Íris. Kæru gestir, það er gaman að fá að vera hérna í dag og við heyrðum alveg brýninguna, Hörður, með safnakostin og húsakostin og við náum því alveg og skiljum, en bara ég er alveg rosalega glöð að
við skyldum hafa tekið þessa ákvörðun og farið í það að opna safnið, af því það er ekkert annað fyrir munina í dag. Það er ekki búið að leysa úr því hvernig þetta á að vera og það kemur inn þarna með meira pláss sem Hörður og Kári vilja, við vinnum í því. En þetta safn er bara þess eðlis og sem grunnskólakennari þá kom ég hérna oftar en einu sinni á hverju einasta ári með nemendum mína og þetta er bara gríðarlega mikilvægt fyrir okkur, ekki bara gesti sem heimsækja Vestmannaeyjum, þetta er fólki sem býr hérna og fyrir krakkan okkar að geta kynnst Vestmannaeyjum, náttúrunni, steinunum þó þau sé ekki bara úr eyjum. Þetta er bara hluti af því sem maður hefur alist upp með og það að finna dugnaðinn og eljusemina og hann kom nú inn að það Kristján og var að þakka fyrir það að fá að vera hérna síðan hann hætti störfum og var að þakka þeim fyrir Páli Marvin og þeim. En ég held að við ættum að klappa svolítið duglega fyrir því hann sé ennþá með svona gríðarlega mikinn áhuga vilji vera með okkur. En ég ætla að vinna fæ þann heiður að segja safnið aftur formlega opnað og bara skoðið og njótið og bara eigið þið dásamlegan dag. Við erum glöð í dag. Takk. Jæja, þá er það blítt og létt hópurinn sem er Unnur. Unnur búin að bjarga þessu á fótbrottum, ég sé það, haldur aðeins. Heyrðu, ok. Hvaða lög ætlum við að flytja? Eftir Simma. Óskalags að Simmi, hann var nú bara að kynna þetta lag. Já, við langar að svíka það þegar maður sér þessar myndir hérna af skipa sem hafa farist. Þið þekkið það öll hérna í Eyjum að það er oft svoleiðis að nöfnum á skipum fylgir gæfa. Og sum nöfn hefur fylgt það mikið róki að menn hafa tekið það af og breytt nöfn á skipi. Og langar að við spilum þetta, sem við ætlum að gera, að segja ykkur litla sögu af gæfunafni hérna í Vestmannaeyjum. 1819 fæddist í Bandaríkjunum stúlka. Hún hét Southworth, Emma Southworth og hún fæddist á þeim fróma degi 27. september sem er alveg frábært dagur til að fæðast á, ég þekki eigin reynslu. Og hún gerist barnabókarithöfundur. Einn frægasta bókin eftir hana sem hún skrifaði hét The Hidden Hand eða Hin leynda hönd og svo 1907 þá er ungur maður í Reykjavík, Jóhann Jóhannsson, hann er farsakasali, hann þýðir þessa bók 85 árum eftir fæðingardag Emmu og hann kallaði hana Kapítólu eftir aðal höfundi bókarinnar. Jónas var riflu, mikill besserwisser, hafði vitur öðrum og taldi sig vita betur heldur en allir hinir Íslendingarnir. Hann varaði við þessari bók þar sem þetta var í Kiljan sem geti afvegaleitt íslenska æsku. En hún var svo vinsæl að fólk tók sér til og nefndi stúlkur eftir höfundinum, eða eftir þessum aðalpersónum í bókinni, Kapítóla. Þar að meðal Jón í Hlíð, sem var bæði skipstjóri og síðan rithöfundur, gaf út bókina Fólk 1949 og hann nefndi unga stúlku Þuríði Kapítólu Jónsdóttur sem var 1907. Nú, hún kallaði sig aldrei annað í Kapítólu og aðrir í Vestmannaeyjum kallaði hana Kap. Jón hann kaupir bát á þessu ári 1907 og hann sá bátu ferst 1913, hét Kapítóla, en Kapítóla það björguðist allir borðið breska togara. 1923 kaupir hann annan bát og þá notaði hann gælunafnið á Kapítólu sem var Kap og ennþá sjáum við Kap sigla gegnum höfnina. Þetta er svo lítil saga af þeim bátu sem er í Vestmannaeyjum. En 2012 var þetta lag sem ætlum að syngja. Það voru búin að vera að skoða sjóslysasögu eyjanna
og mér reiknaðist til að á 20. öldinni þá hafi 500 manns farist hérna í sjó við Vestmannaeyjar. Og þetta eru tölur sem eru svo ægilegar að ef við yfirfærið þetta á Bandaríkin á 300 milljónir manna búa, þá er þetta 30 milljónir í Bandaríkjunum. Það er meira en í öllum stríðum Bandaríkjanna, þannig að sjórinn hefur tekið hérna meiri toll heldur en margir vita. Þetta lag fjallar ekki um sjómanninn, heldur sjómannskonuna sem bíður heima eftir að maður er komið. Og ég hef nú verið skammaður fyrir að hafa gert fjörugt lag við, sorglega texta. En það virkar bara svoleiðis í tónlist að ef við búið til sorglega texta og sorglegt lag, þá hlustar enginn á það. Já, þetta svolítið hár, eða góður, já. Já, textin er bara komin på vegg, flott. Hafsins miklu flýtur, umströmmar af veg.
mér